Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp hér á Gamla Bauk á Húsavík. Í þættinum í dag heyrum við af sögusýningu leikfélagsins á Húsavík en það 115 ára í ár. Við ætlum að forvitnast minnisvarða Neil Armstrong sem reistur var hérna á dögunum. Spjöllum við bæjarstjórann, lærum að elda dýrindis lambakjöt frá KS og fáum tónlistaratriði. En það heilmikið að vera á Húsavík helgina. Mærudagurinn á morgun og hjá mér sestur einn aðalskipuleggjandinn, Heiðar Hrafn Halldórsson. Velkomin. Takk fyrir. Mærudagar. Þetta bæjarhátíðin hérna á Húsavík. Veistu, hvenær þetta byrjaði? Mærudagar byrja eitthvað í kringu 1994 og voru upphaflega bara hobbyverkefni íbúar sem að vildu svona breyta til og gera sig glaðan dag og þetta var allt unnið í sjálfboðavinnu og með tilheyrandi fögnuði sem því fylgdi og svo vatt þetta náttúrulega bara upp á sig eins og annað og orðið náttúrulega löngu orðið býsna stór hátíð sem margir muna eftir. Og Húsavík náttúrulega, hér fyllist alltaf ferðamönnum á sumrin, þeir duglegir að taka þátt og kannski taka bara óvart þátt? Þeir vita fæstir kannski með á því hvað í gangi. Við höfum reyndar aldrei, held ég, gefið út dagskrána nema á íslensku. Nei. En þeir náttúrulega svona blandast þessu óneitanlega og hafa gaman af. En þetta nafn, Mærudagar, það vita ekkert endilega allir hvað þetta þýðir. Mæra? Nei, mæra sem sagt, þetta slangur fyrir einfallega nammi og þótti bara einfallega svona mjög viðeigandi sem heiti yfir fjölskylduskemmtun. Já. Því að þetta nú líka nær alltaf hápunkti á laugardegi, sérstaklega í ár. Já. Þannig að sem laugardagurinn náttúrulega þekktur fyrir að vera svona kannski alhliða nammidagar fjölskyldunar. Þetta fór mjög vel á þessu og Húsvíkingar talaði mæru og því fer mjög vel á þessu. Þetta sem sagt húsvíst að segir maður það, húsvíst? Já, það skils mér. Ég hef ekki heyrt þetta annars staðar notað og það væri reyndar áhugavert verkefni að gefa út orðabók yfir sér húsvísk orð því að þau nefnilega lúmsmörg. Já, það? Já. En dagskráin í ár aðeins öðruvísi heldur en hefur verið að því leyti að þetta mærudagur en ekki mærudagar. Hvernig það? Þetta í rauninni bara einn dagur núna. Með þó smá forsmekki kvöldi áður. Hér verður á föstudagskvöldinu hrútasýning sauðfjárbænda Norðurþings. Já. Húsvískra sauðfjárbænda. Dagskráin verður síðan bara starta strax 8 á laugardagsmorgni og nær alveg fram á nótt og þarna þjappa saman í einn góðan pakka. Hvað svona það sem ber hæst á mærudeginum í ár? Já, fyrirnefnd sögusýning sem þú nefndir virkilega áhugavert og við erum með einnig sýningu í Safnahúsinu sem eru höfuðlausnir Baldurs Einarssonar. Baldur Einarsson sem sagt húsvíkingur sem hefur teiknað andlit húsvíkinga í gegnum tíðina og halda sýningu á því. En mærudagar náttúrulega og hafa verið í gegnum tíðina með gríðarlega svona íþróttatengt líka. Það eru margir íþróttaviðburðir. Það hlaup, Bosvaslaup hérna, kringu Bosvas og endan í Skrúðgarði. Það hefur verið haldið golfmót sem verður áfram. Golfklúbbur Húsavíkur þar á ferð. Nú, það hestasýning og svo hefur verið haldið lagmót, strandlagsmót. Og þessu raðað svona á dagskrána og inn á milli náttúrulega þessi stemning hérna niður á Höfn. Það eru tónlistaratriði og hoppukastarar og sölubásar og svona trúbátorar og þessi almenna stemning. Og já, þetta nær allt hápunkti með kvöldtónleikum
á laugardagskvöldinu sem verða hérna bara niður á bryggju. Og verður það einhverjir nokkrir sem koma fram? Já, það verða sem sagt 3 aðilar. Það verður dúett sem heitir Hildur og Bjarki Hall sem trúbátur. Hann gerði Mærulagið í ár og svo hérna hinn góðsagnakennda húsvíska diskohljómsveit The Hefness. Sem orðnir mjög hérna, fastur liður hér og hafa verið lengi. En hérna öryggisgæslan, hefur þetta gengið alltaf svona nokkuð áfallalaust fyrir sig hérna? Já, svona langmestu og hérna hún í góðum höndum skotfélags Húsavíkur. Já. Og hérna, en þeir eru mjög prúði piltar og gera þetta vel og eru hér á verði. Og svo náttúrulega auka gæsla frá lögregluyfirvöldum líka. Hefur þú komið að skipulagningunni áður? Nei, þetta er mitt fyrsta skipti. Og eitthvað svona sem kemur þér á óvart? Þetta hlýtur að vera svakalega mikil vinna. Þetta er gríðarlega mikil vinna og hún er svona, það koma náttúrulega alltaf tímar þar sem verða árekstrar og þess vegna það hefur nú oft verið þannig að það hafa verið 2 í þessu. En þetta er líka áskorun og bara gaman að sinna því. Sérstaklega þegar maður nær að sigla þessu höfn, þá finnur maður sigurtilfinninguna að koma. Já. Nærðu sjálfur að njóta þess að gera eitthvað yfir Mærudagshelgina? Það var bara eftir að koma í ljós. Ég er nú rek líka tjaldsvæðið í bænum. Já. Og var reynda fyrir viðtali var ég nú að koma úr girðingavinnu sem vorum að græja auka tjaldsvæðið. Þannig að ég svona gerir mér ekki alveg grein fyrir því. En ég svona þó ímynda ég minni það að þegar að verður búið að koma hér öllum fyrir þá muni þetta nú svona mestuleyti rúlla eðlilega. Ég með gott fólk á bakvið mig sem að starfar með mér. Og ég hef ekki neina trú á öðru en að þetta muni blessast. Veistu hvort það eru margir brottfluttir húsvíkingar sem að koma hingað yfir þessa helgi? Það er alltaf mikið um það og það var einmitt partur af því að þessi hátíð var til. Það var svona, hugmyndin var svo að þessi löngu brottfluttu húsvíkingar myndu kannski ná að koma svona eina helgi og sem að heppnaðist vel. Fólk var fyrir löngu síðan farið að kannski ef það getur kosið sér eina helgi á ári til að koma til Húsavíkur þá er það þessi helgi. Og hér hittast gamlir bekkjar árgangar og kannski skála saman. Mikið er það reyndar í vikuna undan líka. Byrja jafnvel á miðvikudegi, fimmtudegi. Og þannig að þessi stemning í kringum þessa Mærudaga og Mærudag eins og núna, hún hefur alltaf náð alveg vel inn í vikuna. En þá er það bara veðrið. Hvernig líst þér á það? Það skiptir kannski engu máli? Jú, það skiptir máli. Ég get ekki annað en viðurkennt að það skiptir máli. Veðrið er náttúrulega búið að vera ömurlegt í júlí. Það er bara svoleiðis. En það eru þó blikur á lofti. Þessi vika er búin að vera töluvert skárri svona heildina síðan síðasta vika. Og mér sýnist veðurspáin segja að verið þurrt og hitastigið verður svona vel þolanlegt. Þannig að, og hægviðrið, þannig að ég er svona hóflega bjartsýnn. Frábært. Enda er það best. Já, þá bara hlakka ég til að njóta Mærudagsins á morgun. Já, vertu velkomin. Takk. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.